En Ingimar minni tók hans. Já, kom bless. Svolítið lélegur að vera í Höllan. Já, akkurat. Svona 2 vikur. Já, ok. En Ingimar minni tók hans. Allt í lagi, bless. Þetta allt góð? Já. Ok. Þá voru bara klár. Býð eftir Ragnheiði Jónu. Jú, ég var, af því að þá var ég svo hægt að færi úr mynd kannski. Já. En þá bara Góðan dag. Fundur settur í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar. Þetta fundur nr. 57. Byrjaði að biðjast afsökunar að okkur seinkaði örlítið í útsendingu vegna tækniörðugleika. En eru einhverja athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Til að byrja með þá er óskað eftir því að taka fyrir með afbrigðum í dag sem 11. lið. Erindi það er starfshópur skólastefnu og erindisbréf. Þeir sem geta samþykkt að það verið tekið fyrir með afbrigðum, þess að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Einnig er óskað eftir að gerð verði svo breyting á dagskrá að liði nr. 22 Vogar 1 ferðaþjónustuhús breytingaskipulagi að sá liður verði felldur út á dagskrá vegna þess að hann var tvítalinn eða sem sagt kemur 2 sinnum inn á auglýsta dagskrá og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Nú mættir í dag, það er Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson er fjarverandi, í staðinn situr Anna Bragadóttir fundinn, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson,
og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir og Margrét Hólm. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskrá í dag er sem endra nær skýrsla sveitarstjóra og gjörðu svo vel Ragnheiður Jóna. Takk fyrir. Oddviti, sveitarstjórnarmenn. Íbúafjöldi er nú 1538 og hefur fækkað með frá síðustu skýrslu sveitarstjóra. Nú höfum við auglýst eftir skólastjóra Reykjahlíðarskóla og var umsóknarfresturinn framlengdur halvan mánuð núna í vikunni, þar sem engar umsóknir höfðu borist. Einnig er opinn umsóknarfrestur nýtt tímabundið starf verkefnisstjóra Veitna og hefur sá umsóknarfrestur einnig verið framlengdur. Nýlega auglýsti Þekkinganet Þingeyinga eftir háskólanema í sumarstarf. Er að ræða verkefni sem felur meðal annars í viðtöl og skráning á menningarverðmætum í Þingeyjarsveit og er unnið í samstarfi við sveitafélagið og verður vinnu aðstaðan hér í Þingey. Og það er ánægilegt fyrir okkur að geta boðið háskólanemum upp á sumarstarf í heimabyggð og ég hvet ykkur til að vekja athygli á þessu tækifæri og hvetja ungt fólk sem er í námi að sækja þetta starf. En talsvert flakk hefur verið á okkur í mánuðinum. Farnar hafa verið 2 ferðir til Reykjavíkur. Í fyrri ferðinni sátu ég og oddviti ársfund Landsvirkjunar auk þess sem við áttum fund í jöfnunarsjóði sveitafélaga, þar sem við ræddum mál sveitafélagsins, svo sem frumvarp breytingar á jöfnunarsjóði, þar sem nokkuð jákvætt er að búið er að gera breytingu á frumvarpinu, þar sem það tekur betur til dreifbíla fjölkjarna sveitafélaga, en enn höfum við miklar áhyggjur á snjómokstursstuðli, en hann tekur miða kílómetrum í þéttbýli, en eins og við vitum þá eru þeir ekki margir hér í Þingeyjarsveit. En aftur á móti erum við með 60% af helmingamokstri vegagerðarinnar á norðursvæði innan okkar sveitafélags og höfum við verið að leggja áherslu á þetta tvennt sé íþyngjandi fyrir sveitafélagið. Einnig ræddum við mikinn kostnað við skólaakstur í sveitafélaginu og það er í svona stóru og dreifbýlu sveitafélagi og við höfum verið að líta til þess að skipting framlaga til skólaakstur sé kannski ekki endilega sanngjörn. Og við teljum að þetta verða að skoða frekar og finna réttláta skiptingu fjármagns bæði vegna snjómoksturs og skólaaksturs. Við áttum góðan fund með háskóla- og nýsköpunarráðherra sem er jafnframt fyrsti þingmaður kjördæmisins og fórum við yfir þau fjölmörgu tækifæri sem eru hér í sveitafélaginu tengd nýsköpun. Jafnframt fórum við yfir þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Við ræddum áhyggjur okkar uppbyggingu farsímanets þar sem stendur til að loka 2 og 3G sem mun hafa gríðarleg áhrif á landsbyggðunum þar sem uppbygging á 4 og 5G hefur ekki gerst samhliða og mun farsímasamband versna til muna ef af þessu verður. Og hér fyrir sveitarstjórn í dag liggur erindi frá íbúa þar sem kemur fram að það sé búið að loka annað farsímafyrirtækis eða eitt af farsímafyrirtækjunum sé búið að loka 2 og 3G og þannig að þetta er nú þegar farið að gæta áhrifa þessa hér í sveitafélaginu. Í sömu ferð áttum við líka fund með nokkrum þingmönnum kjördæmisins þar sem við lögðum áherslu á fjarskipti líkt á hjá ráðherra, fórum ítarlegir yfir áhyggjur okkar varðandi snjómokstursstuðul í frumvörpum jöfnunarsjóð sem og miklum helmingamokstri í jafnvíðfemu sveitafélagi og Þingeyjarsveit er. Þar lögðum við áherslu á að endurskoða þurfi reglur vegagerðarinnar helmingamokstur þar sem þær eru áratuga gamlar og ekki breyst í samræmi við búsetuþróun í landinu. Við ræddum líka skattlagningu orkuvinnslu og það er eðlilegt og sanngjarnt að sveitafélög hafi fjárhagslegan ávinning af uppbyggingu og rekstri orkuvinnslu þar sem hún fer fram. Tryggja þarf sveitafélögum fasteignaskatt af heildarfjárfestingu orku og flutningsfyrirtækja. Og mikilvægt er að tryggja sveitafélögum að nýtt fyrirkomulag feli í sér beinar og auknar tekjur til sveitafélaga af orkuvinnslunni. Við ræddum einnig gjaldtöku í ferðaþjónustu og mikilvægi þess að sveitafélög fái sanngjarnan hlut af skattlagningu á ferðaþjónustu, meðal annars gegnum gjaldtöku og eða gistináttaskatt til að standa undir auknum kostnaði við móttöku ferðamanna, til dæmis vegna kostnaði við snyrtiaðstöðu og annarra þjónustu sem lendir á sveitafélögu með fjölfarna ferðamannastaði. Nýlega þáttu við kynningu sem SSNE hélt þar sem fjallað var gjaldtöku og hagræn áhrif ferðaþjónustu.
Þar kom fram að ekki gert ráð fyrir að sveitarfélög fái hluta þeim tekjur sem verða til við gjaldtöku sem stjórnvöld hyggjast fara í. En það mjög mikilvægt að sveitarfélög fái hlutdeild í tekjum af ferðamönnum, hvort sem það gegnum beina gjaldtöku eða hlutdeild í gistináttaskatti líkt og ég sagði hér fyrr. Þetta ítrekuðu við bæði við ráðherra og alþingismenn. Ég lýsi ánægju minni með nýjan starfsmann Þingeyjarsveitar og SSNE og ég hef fundað með henni vegna ýmissa verkefna sem hún að vinna að fyrir sveitarfélagið. Nú vinnur hún meðal annars að loftslagsstefnu sveitarfélagsins með umhverfisnefnd og segja má að loftslagsbókhald sveitarfélagsins sé að verða klárt ásamt því að góður gangur í stefnumótunarvinnunni. Umhverfisnefnd hyggst halda vinnufund á næstinu og standa vonir til að stefnan líti dagsins ljós áður en langt líður. Hún hefur einnig tekið við boltan áfram eftir vinnufund með Landsvirkjun og atvinnuráðgjöf á þeirra vegum sem haldinn var í síðasta mánuði. Og nú vinnur hún að upplýsingaöflum innviði í sveitarfélaginu, svo sem orku, vatn, fráveitu, gufu og innihald hennar, menntun og þjónustu í næsta nágranni sem og samgönguleiðir. Þessar upplýsingar verða notaðir í kynningabækling sem mun ná yfir Þeistareykji, Bjarnarflag og Lauga. Mér var boðið að opna 20 ára afmælismót skákfélagsins Goðans og fékk ég að leika upphafsleikinn á mótinu. Sendi ég Goðanum mínu bestu kveðjur í tilefni tímamótana og hrósa þeim fyrir að standa fyrir svona stóru móti í sveitarfélaginu. Og þetta líka að hrósa formanni fyrir mikla elju að halda út svona öflugu starfi á svæðinu. Mér var boðið að setja námstefnu fyrir aðgerðastjórnir í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Því miður hafði ég ekki tök á að setja alla námstefnuna sem var í 2 daga, en ég náði að setja annan daginn þar sem meðal annars var fjallað hættumat vegna jökulhlaupa Jökulsá á Fjöllum eða Skjálfandafljóti af völdum eldgoss og rýmingar vegna bárðabungu samkvæmt viðbragðsáætlun og hlutverk svæðisstjórna í rýmingunum. Ég fekk líka að setja þessa námstefnu á síðasta ári og þetta afar fróðlegar og gagnlegar námstefnur sem almannavarnanefndin kemur að. En rétt að segja frá því að til stendur að halda íbúafund í Þingeyjarsveit og Norðurþingi vegna mögulegra flóðahættu í Jökulsá og Skjálfandafljóti verða þeir fundir nú í byrjun apríl og munum við auglýsa þá sérstaklega og vel á svæðinu. Við fórum síðan aðra ferð til Reykjavíkur þar sem ég, oddviti og Arnór sátum landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga og sjálfsögðu nýttum við ferðina vel. Meðan annars áttum við góðan fund með starfsmönnum í félagsmálaráðuneytinu þar sem við ræddum áfram leiðir til að komast á þróunarverkefni í samþættingu heilbrigðis og félagsþjónustu. Ég átti einnig fund með mannauðsráðgjafa sveitarfélagsins sem og öryggisfyrirtækinu Syndis sem hefur verið að gera öryggisúttekt hjá okkur. Meðan ég satt þessa fundi sóttu oddviti og Arnór 30 ára afmælisfund Samorku. Í þessari sömu ferð áttum við góðan fund með umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra sem og innviðaráðherra þar sem við fórum yfir fjölmörg mál. Við umhverfisráðherra lögðum við áherslu á að vinna við stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Mývatn og Laxá hefðist sem allra fyrst. Fórum við einnig yfir möguleika friðlýsingar í Þingeyjarsveit þar sem liggur inni beiðni í ráðuneytinu friðlýsingu á hverasvæðinu á Þeistareykjum. Við ræddum skattlagningu orkuvinnslu og fjölnýtingu jarðvarma og fleiri mál svo sem uppbyggingu aðstöðu við Aldeafoss, Ingvarafoss og Hrafnabergafoss og snyrti aðstöðu við Goðafoss. Endum við fundin á bjóða ráðherra í heimsókn í Þingeyjarsveit sem við vonum að þiggi þegar líður á árið. Hjá innviðaráðherra fórum við samgöngumál í sveitarfélaginu og þar bar hæst á góma Innbreiðarbrýr og Bárðardalsvegur. Við fórum einnig við vetrarþjónustu, athugasemdir okkar við frumvarp til laga jöfnunarsjóð og helmingamokstur á móti vegagerðinni. Við ræddum einnig skattlagningu orkuvinnslu, gjaldtöku í ferðarþjónustu sem á Flateyjarhöfn sem varð fyrir miklum skemmdum í vetur og hyggjumst við leita til ráðuneytisins með aðstoð þar Við fórum einnig yfir gríðarlegan kostnað við skólaakstur og hlutfallslega lág framlög jöfnunarsjóðs vegna þessa. Vinna hafin við hönnun þverana og brúa á göngu- og hjólreiðastignum í Mývatnssveit. Vonir standa til að nást að leysa útfærslu sem aðilar geta sæst á í kringum óhappið. Í kjölfar bókunar sveitarstjórnar á síðasta fundi var gilt tilraun með að hafa snyrtingar við Höfða opnar yfir vetrarhátíðinar.
Yfir 8 daga tímabil nýttu 7 sér þjónustuna. Og ljóst að það þarf að bæta vatnsleiðslur og dælur ef frekari vetraropnun verður að ræða. Það fór að frjósa þarna og dæluhúsið ekki einangrað og ekki lagnir, þannig að það þarf að fara einhverja aðgerðir ef þetta á að hafa þetta opið á heilsársgrundvelli. Vinna við öryggisáætlunina gengur vel og hún ætti að vera tilbúin á vordögum. Íbúar urðu varir við einhverja hnökra á sorphirðingu á dögunum, en verktakinn hefur nú beðist afsökunar og fullvissa sveitarfélagið að gerðar verði bætur á verklagi starfsmanna. Vinna með ríkiskaupum við sorpútboð hafin og erum við nú að safna gögnum fyrir útboðið. Sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs undirbýr nú umsóknir styrki í átakið Jarðhiti jafnar leikinn. Fulltrúar Lands og skóga kom inn á fund umhverfisnefndar og fóru yfir reynsluna af dreifingu Svartvatns og Hólasandi, en samningurinn við þá rennur út næstu mánaðamót. Þeir segja að dreifingin hafi gengið vel og árangur sé farin að sjást. Fyrir sveitarstjórn í dag liggur tillaga umhverfisnefndar áframhaldandi samstarf við Land og skóg dreifingu Svartvatns. Auk þess eru framkvæmdir farnar af stað við allmörg verk sem voru inn á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og búið að fá verktaka í þó nokkur þeirra. En ef við förum yfir nokkra fundi sem ég og fleiri hefum setið núna, þá áttum við náttúrulega fund með Jöfnunarsjóði, þar sem við fengum kynningu á breyttu regluverki Jöfnunarsjóðs og öllum sveitarstjórnarfulltrúum var boðið að sitja þann fund. Ég og sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs sátum fund innleiðingu reglugerðar sjálfbæra landnýtingu. Og ég átti góðan fund með fulltrúum Landsvirkjunar í Kröflu og nýjum starfsmanni Þingeyjarsveitar og SSNE samstarf Landsvirkjunar og Þingeyjarsveitar, meðal annars varðandi úrvinnslu og sjálfbærniverkefninu Gaum, sem hún mun vinna að með starfsmönnum Landsvirkjunar. Mánaðarlegur samráðs- og upplýsingafundur með Norðurþingi var á sínum stað. Þar kom fram að komin væri fram beiðni frá Framkvæmdasýslu ríkisins breytingu á lóðinni undir hjúkrunarheimilið, þar sem stækka á byggingareitin. Og munu norðurþingsmenn taka þetta fyrir á fundi nú í mars. Við vonum þá að þessi eitthvað að fara að gerast varðandi uppbygginguna og hún fari þá bara stað áður en langt líður, en það náttúrulega vonum við að það gangi bara hratt og vel. Við ræddum einnig möguleika á samstarfi skipulagsfulltrúa og vinnslu aðalskipulag sem bæði sveitafélagin nú að vinna nýju aðalskipulagi, og eins og við viti þá höfum við verið að auglýstu eftir skipulagsfulltrúa, höfum ekki náð að ráða en sjáum möguleika á samstarfi þennan starfsmann með Norðurþingi ef til kemur. Við sátum ásamt Norðurþingi fund með nokkrum hagaðilum vegna Húsavíkursflugs með innviðaráðherra. Þar kom fram að styrkur hafi verið í flugi frá desember til febrúar. Ráðherra tjáði okkur að innanlandsflug til minni staða væri í skoðun hjá ráðuneytinu eftir að Icelandair tilkynnti að þetta hætta flugi til Ísafjarðar, og ráðuneytið nú að skoða möguleg samlegar áhrif á innanlandsflugi til minni staða. Við áttum fund með Eflu vegna veituskýrslu sem ég vona að sé nú á lokametrónum og geti verið hægt að leggja fyrir sveitarstjórn áður langt líður. Svo fengum við hérna kennslu og nýja fjarfundabúnaðin sem hér í Þingey. Ég held samt að við sem ekki alveg búin að ná tökum á honum þrátt fyrir þetta námskeið. Stjórnarfundur SSNE var á sínu stað og liggur fundagerð þess fundar fyrir sveitarstjórn í dag. Ég og sviðsstjóri fjölskyldusviðs áttum samráðsfund með Norðurþingi vegna frumkvæðis úttektar gæða og eftirlitsmála og þau mál sem að var gerð athugasemd við í þeirri skýrslu öll komin í ferli, og ég held að þetta verði nú allt búið að leysa þetta mest allt bara núna á vordögum og síðasta lagi fyrir 15. september, en það var gefin frestur þar til. Ég sat aðalfund Mývatnsstofu sem var afar góður og jákvæðu uppbyggileg umræða fór fram á fundinum. Rekstur hennar góður og tekjuafgangur var á viðburðum á síðasta ári. Stjórn Mývatnsstofu var endurkjörin og fjölmörg verkefni liggja fyrir á þessu ári. Ég og sviðsstjórar fengum örnámskeið í notkun nýs Power BI stjórnendamælaborðs sem mun flýta fyrir okkur og einfalda fyrir okkur greiningu á gögnum úr bókhaldinu, og við erum mjög spennt fyrir að nýta okkur þetta mælaborð við eftirfylgni við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.
Þetta svona það helsta, en auk þess hef ég setið fleiri fundi og fengið fjölmörg símtöl og ljóst að við sitjum ekki auðum höndum hérna á sveitarstjórnarskrifstofunni. Takk fyrir. Við þökkum sveitarstjóra fyrir greinagóða yfirferð á stöðunni og verkefnum líðandi stundar og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Og það enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að við höldum áfram dagskrárliði númer 2. Það umsókn tímabundna undanþágu vegna skipulagsfulltrúa. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga frá sveitarstjóra vegna tímabundinnar afleysingar skipulagsfulltrúa. Og þar leggur sveitarstjóri til við sveitarstjórn að ráða Rögnvald Harðarson byggingafulltrúa sem skipulagsfulltrúa tímabundið á meðan auglýst að nýju eftir skipulagsfulltrúa. Auglýst hefur verið eftir skipulagsfulltrúa í 2 mánuði en ekki hefur tekist að ráðast í stöðuna. Nauðsynlegt fyrir sveitarfélagið að starfandi sé skipulagsfulltrúi til að afgreiða skipulagsmál. Og orðið laust ef einhver vil taka til máls hér. Svo ekki og þá lögð til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að ganga frá samkomulagi við Rögnvald stöðuna og feli sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að sækja tímabundna undanþágu fyrir Rögnvald Harðarson sem skipulagsfulltrúa Þingeyjarsveitar hjá innviðaráðuneytinu. Og þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlegast gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. 3. dagskrárliður, það Markaðsstofa Norðurlands, málefni flugklasans 66N og starfið næstu ár. Þetta var tekið fyrir á síðasta byggðarráðsfundi, fundarboð Markaðsstofu Norðurlands málefni flugklasans og starfið næstu ár og fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 2. apríl á Hótel Natur á Svalbarðsströnd og þetta var svolítil breyting á fundatíma og þarna búið að aðlaga fundinn að fundi ársþingi SSNE. Orðið laust ef einhver vil taka til máls. Svo ekki. Hér lagt til að þar sem að fundurinn verður haldinn í tengslum við ársþing SSNE, þá feli sveitarstjórn, sveitarstjóra og fulltrúum Þingeyjarsveitar á þinginu að sitja fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. 4. dagskrárliður í dag, það málsstefna Þingeyjarsveitar, samkvæmt 130. grein sveitarstjórnarlaga ber sveitarfélögum að setja sér málstefnu. Fyrir fundinum í dag liggja drög að málstefnu fyrir Þingeyjarsveit og orðið laust. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ágætt að sveitarstjórnarfólk. Auðvitað fagna ég því að sé að vera að setja hérna málstefnu og sérstaklega ánægilegt að rekka mitt augun í það að byggðarráð beri ábyrgð á málstefnunni. En hérna, að ganni mínu þá hallaði ég mér til hægri og vinstri þar sem ég satt hérna í fundarborði og leita á tölvurnar hjá fólkinu í kringum mig og sjá að tölvur viðkomandi voru stiltar á ensku. Og hérna, ég hvet þá bara tæknimann sveitarfélagsins til þess að ganga í það að stilla allar tölvur hérna á íslensku eins og þær eru. Og hérna, af því að það stendur einmitt í málstefnunni að notendabúnaður og stjórnsýsla sveitarfélagsins eiga að vera á íslensku. Takk fyrir. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, sveitarstjórnarfólk, ég með tölvuna mín á ensku og ég ætla bara að halda því áfram held ég.
En allt í góðu með það. Í þessari málstefnu eða drögum að málstefnu stendur að nú finn ég ekki greinina. Fjórða grein. Það sem stendur að starfsfólki sem ekki hefur íslensku að móðurmáli sé reglulega gefinn kostur á hagnýtri íslenskukennslu til þess að öðlast grunnfærni í íslensku. Og ég velti fyrir mér hver á að bjóða upp á þessi námskeið. Ætla sveitarfélagið að gera það eða eru einhver námskeið til staðar þar sem að starfsfólk getur nýtt sér? Annars er ég bara býsna ánægður með þessa málstefnu. Eyþór hefur lokið máli sínu og með leyfi fundarins að þá til að svara spurningunni þá er það þekkingarnet Þingeyinga sem að er með þessi námskeið sem að sveitarfélögin geta sótt í fyrir erlenda starfsmenn sína og þau hafa verið einmitt haldin þó nokkur veit ég í Mývatnssveit, þannig að þetta eru reglulega viðburðir. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, þá má bæta því við að einmitt þessi námskeið, íslensku námskeið á vegum þekkingarnetsins eru með stuðningi sveitarfélagsins þar sem að við leggjum til húsnæði fyrir námskeiðin. Nú, ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá eftirfarandi bókun er lögð hér fram að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að málstefnu fyrir Þingeyjarsveit og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að birta hana á heimasíðu sveitarfélagsins og þessi geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Er það ekki rétt? Einn situr Já, afsakið, Halldór situr þú hjá? Já, og viltu gera grein fyrir þinni hjásetu? Nei, hún er samþykkt með 8 atkvæðum og það er Halldór Þorlákur sem situr hjá við atkvæðagreiðslu. 5. dagskrárliður, það eru farsímasendar 2G og 3G, þeim verður skipt út og hér er ábending til sveitarstjórnar. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Páli Kjartanssyni dagsett 24. mars þar sem hann vekur athygli sveitarstjórnar á að verið sé að skipta út farsímasendum hjá fjarskiptafyrirtækjum fyrir 2G og 3G og mun það hafa veruleg áhrif á fjarskipti í sveitarfélaginu. Og orðið er laust. Jóna Björg. Já, takk Oddviti. Ég var einmitt að reyna að rifja upp þegar ég sá þetta erindi frá íbúa í sveitarfélaginu þessa stöðu sem er komin upp, hvenær við byrjuðum að reyna að pota þessu máli áfram frá því að við sáum fréttatilkynningu að leggja ætti niður 2G og 3G og það var ljóst að þetta veldur því að það er bara farsímar á svæðinu sem hætti að virka. Ég er náttúrulega bara að kalla áfram eftir því að það verður brugðist við þessu og einmitt þetta að standi ekki til að breyta þessari nálgun, það verður líka að upplýsa fólk það. Það að eins og einn sveitarstjórnarmaður bent á áðan að vísa til þessa að það sé hægt að tala í farsími gegnum Wi-Fi og þá er ekki Wi-Fi út á þjóðvegunum eða upp á heiði. Mér finnst þetta, við erum á einhverju skrítinni vegferð þar sem við erum að tala öryggiskerfi bara þjóðarinnar. Við erum ekki með gamla NMT-kerfi lengur í gangi sem að náðu þó býsna vítt. Við erum að tala það núna að farsímasamband er að slakna. Við erum að tala það að fólk á að nota farsíma senda til þess að tryggja öryggi eldri borgara með neyðarnappi sem eru GSM-tengdir. Þannig að mér finnst þetta svolítið, mér finnst þetta mjög vont mál og ég tek undir áhyggjur íbúa þessa stöðu og við höfum kallað eftir fundum í fjarskiptastofu og höfum fundið þetta með ráðherra. Mér finnst sorglega lítið að gert og eins og einhver nefndi áðan að þetta hafa öllu séu sér sama þetta eru svo fáir notendur. Eru fleiri sem vilja taka til máls?
Eyþór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég hef ágjörð á þessu máli. Þetta er ekki bara, þetta eru þetta bara öryggismál, en þetta er ekki bara öryggismál. Því að þarna eru tæki að detta út sem að við hugsum kannski ekki á hverjum degi. Þetta eru hitastillar í heitapotta og þetta eru eftirlitsmyndavélar og ég veit ekki hvað og hvað sem að bara hætta að virka því að þau virka bara fyrir 2G og 3G. Voru keypt fyrir kannski 2-3 árum eða 5 árum og virka fínt nema allt í einu fáðu ekki samband. Og það er óþolandi að það sé bara slökkt og klippt á þetta. Fyrir utan svo einmitt öll öryggistækin sem að detta út, öryggisnappa og svo bara farsímasamband upp á heiðum og á þjóðvegum. Það er það sem að skipti máli af því að einmitt, við verðum fljótlega farin að tala í gegnum Wi-Fi held ég á heimilum okkar, símanir munu taka það inn en þetta er mikið áhyggjefni. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo er ekki. Og þessu geta samþykkt eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn þakkar Páli erindið og tekur áhyggjur á lokun 2G og 3G senda í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn hefur áður fundað málið og hafa sveitarstjóri og oddviti fundað meðal annars með þingmönnum úr kjördæminu sem og ráðherrum og nú síðast innviðaráðherra þar sem vakin var athygli á alvarleika málsins. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og oddvita að vinna áfram í málinu og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Það var 7. dagskrárliður og áður en að ég fer í hann þá vil ég vekja athygli á mögulegu vanhæfi þar sem ég sit í stjórn menningarmiðstöðunar fyrir hönd Þingeyjarsveitar og Árni Pétur. Já, ég ætla að lýsa yfir vanhæfi mínu þar sem ég er framkvæmdastjóri menningarmiðstöðunar. Árni Pétur lýsir yfir vanhæfi sínu sem framkvæmdastjóri menningarmiðstöðurinnar þannig að ég ætla að leggja til að við Árni víkjum á fundi og ég bið Jónu Björgu að taka það að sér að komast að því hvort vanhæfi sé að ræða í báðum tilfellum. Já, en greiðum ekki atkvæði áður en við farið út? Við erum alltaf. Já, takk oddviti. Ég ætla að bera upp það hvort að sveitarstjórn samþykki vanhæfi Árna Péturs, þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Og það skoðast samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá ber ég upp hæfi Gerðar sem stjórnarmanns í menningarmiðstöð Þingeyinga, þeir sem geta samþykkt vanhæfi hennar vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það skoðast því er hafnað að hún sé ekki hæft til umfjöllunar. Já, takk fyrir þetta Jóna Björg og Árni Pétur hefur vikið að fundi þannig að þá vindum við okkur í þennan 7. dagskrárlið sem er erindi frá menningarmiðstöð Þingeyinga vegna þakviðgerðar. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá menningarmiðstöð Þingeyinga varðandi þakviðgerð á Safnahúsinu Húsavík þar sem farið er þess á leit við sveitarfélögin sem standa að rekstri menningarmiðstöðurinnar að þau komi af endurnýjun þaks með framlögum á fjárhagsáætlun fyrir 2026 og orðið er laust. Jóna Björg. Já, takk oddviti. Nú er það auðvitað svo að menningarmiðstöð Þingeyinga er rekin af öllum þessu sveitarfélögum og við sem höfum fjallað málefni Safnahússins og málefni menningarmiðstöðurinnar hafa vitað það mjög lengi að þakið hefur verið lélegt og nú er líklega bara komið að skuldadögum. Þarna ég tel bara einboðið að við gerum ráð fyrir þessu í okkar fjárhagsáætlun og við tökum þátt í eins og kostnaði og en mér finnst bara gott að fá þetta erindi svona tímalega
til þess að geta bara brugðist við þessi fjárhagsáætlun í staðinn fyrir að þetta sé eitthvað neyðarkall á síðustu stundu að ég fagna því. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu með leyfi fundarins. Þá tek ég undir með Jónu Björgu og ég tel þetta mjög þarft verkefni. Þarna erum við að geyma helstu menningar verðmæti samfélagsins og bæði stórt og mikið málverkasafn fyrir utan aðra menningarminjar. Þannig að ég legg til að sveitarstjórn vísi erindinu til fjárhagsáætlunargerðar 2026. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Og þá segir bara að leggja fram þessa tillögu aftur. Þeir sem geta samþykkt að erindinu verði vísa til fjárhagsáætlunargerðar 2026 vinsamlega skefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Dagskrárlið, já, þá bjóðum við Árna Pétur aftur inn á fundinn. Og Árni Pétur er komin aftur til fundar. Þá förum við í 7. dagskrárlið, það er aðalfundur Mývatnsstofu. Fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarboð Mývatnsstofu sem áður var send sveitarstjórnarfulltrúum í tölvupósti. Aðalfundur var haldinn 27. mars 2025 kl. 13 í fundarherbyggi í Gíg, gestastofu. Og þar sem fundurinn fór fram þann 27. mars var leitað eftir staðfestingu sveitarstjórnar í tölvupósti þá tillögu að sveitarstjóri færi með umboð sveitarfélagsins á fundinum og að Arnór Benónísson yrði fulltrúi sveitarfélagsins í stjórn Mývatnsstofu. Þessi tillaga var samþykkt af Gerði, Arnóri, Jóni Björgu, Árna Pétri, Ragnhildi og Knúti. Halldór, Haraldur og Eyþór sátu hjá. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Þá óska ég eftir staðfestingu á afgreiðslunni sem áður fór fram í tölvupósti og þeir sem að geta staðfesta afgreiðslu vinsamlega skefið merki. Já, bara að staðfesta afgreiðsluna eins og ég las hana upp hér áðan. Já, og hún er staðfest, samþykkt samhljóða. Þá förum við í 8. dagskrárlið. Það er aðalfundarboð Veiðifélags Reykjadalsár og Eyvindalækjar. Fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarboð Veiðifélags Reykjadalsár og Eyvindalækjar sem haldinn verður 7. apríl næstkomandi kl. 14 að Bollastöðum og stjórn óskar eftir tillögum að sérstökum dagskrárliðum eða breytingatillögum á samþykktum félagsins fyrir föstudaginn 21. mars. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, takk á þetta. Ég ekki best að bera svona tillögu bara fram að til dæmis því að hann Knútur er gestadur í dag og getur ekki gefið kost á sér, það ætla ég að tilnefna hann til þess að fara með umboð sveitarfélagsins á þessu fundi. Já, eru fleiri tillögur eða fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo er ekki, þá er borin upp hér tillaga að sveitarstjórn feli Knút Emil Jónassyni að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 9. dagskrárliður, það er aðalfundur Norðurorku. Fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarboð Norðurorku sem verður haldinn 9. apríl 2025 kl. 14. Einhver sem að vill kveða sér hljóðs undir þeim lið? Svo er ekki, þá er lagt til hér að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að sitja fundinn og oddvita til vara. Og þeir sem geta samþykkt það finnst vel að skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fyrir sveitarstjórn liggur
aðalfundaboð Hrafnabjargavirkjunar HF. Fundurinn verður haldinn 28. mars. Það er aðalfundur, já. Já, afsakið. Hér er sem sagt tillaga að Arnór Benónísson fari með umboð sveitarfélagsins á aðalfundi Hrafnabjargavirkjunar á aðalfundi sem er haldinn á morgun, 28. mars, og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum komin að 11. dagskrárlið, það er starfshópur skólastefnu. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að erindisbréfi starfshóps vegna eftirfylgni skólastefnu Þingeyjarsveitar. Og orðið er laust. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, það vakti mig aðeins til umhugsunar að sjá þetta erindisbréf. Fyrirgefðu númer, hvað er þetta mál? 11. Að það stendur, það stendur hverjir eru í starfshópnum í erindisbréfinu. Á það að vera þannig? Já, þið ákvaða þetta á fundi sveitarstjórnar stendur. Já, neða, bara því að almennt þá er bara hvernig er kosið í sitt hópinn eða nefndina, almennt í erindisbréfum ekki satt. Eða er þetta bara, sko, það sem ég er að velta því fyrir mér er þetta tímabundin starfshópur og er ekki gert ráð fyrir að hann haldi áfram á þess að hann verði endurvakin. Nei. Ok, það er gott að fá það hreint. Þá er ég bara með eina ábendingu í viðbót. Í haustnum stendur að erindisbréfi gildi frá 22 til 2006. Þannig að það má svona kannski laga það áður en við samþykjum þetta. Þetta er afturvirkt. Það er neðst málsnúmer. Já, skólastefna Þingeyjarsveitar. Já. Já, ok, en þetta var Skólastefna. Þetta er vitlaust, það er eftir. Það er skólastefnan einmitt sem er 2022 til 2026. En starfshópurinn gildir út kjörtímabilið, eða semst hefur starfstíma út kjörtímabilið og var skipaður af sveitarstjórn fyrir áramótin. Ragnhildur, gjör svo vel. Já, takk oddviti og aðrir fundarmenn. Ég ætlaði bara að leiðrétta að það kemur fram í erindisbréfinu að þar kemur fram sveitarstjórn staðfesti skipan hópsins á 50. fundi þann 24. október 2024 og skipunartími nær til loka kjörtímabilsins. Þannig að það er engin vafi þarna á. Það er að leiðrétta hérna. Og það er sem sagt, það er að leiðrétta undir fyrsta lið, já. Hún gildir til 30. Hún gildir til 30. 2030. Hún gildir til 2030. Já, en ég er semst að tala um skipunartíman. Já. Já. Ég var að tala um skólastefnu. Já, þú varst að tala um skólastefnuna. Eftir línu er vitlaust. Allt komið eitt hrærigraut. En það er hérna ánægilegt að við getum, ef við getum staðfest þetta í dag, þannig að við getum hafist handa við þessa vinnu. Takk fyrir. Já, þá held ég að málið sé svona nokkuð skýrt. Það er skólastefnan sem gildi til 2030, en starfshópurinn út þetta kjörtímabil og hér er lagt til að sveitarstjórn samþykki framlög drög að erindisbréfi svo hópurinn geti hafist handa eins og framkom hér. Með áorðnum breytingum. Já, með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 12. dagskrárliður og það varð að Voga 1 ferðaþjónustuhús, breytingu á skipulagi. Og Anna Bragadóttir, gjör svo vel. Já, takk oddviti. Ég ætla hérna að bera upp vanhæfi í þessu máli og ég ætla einnig að bera upp vanhæfi í máli númer 18, 19, 20 og 22
en þessi mál var þá skipulagsmál og framkvæmdaleyfi sem ég hef komið að með öðrum hætti. Takk. Já, takk fyrir þetta. Þá göngum við til atkvæða mögulegt vanhæfi Önnu og það varðandi, við skulum bara taka all þessi mál saman ef að fundurinn samþykkur því þetta allt mál sem að Anna Bragadóttir kom að bæði undirbúningi og meðferð málana hjá skipulagsnefnd og þetta eru dagskrárliðir númer 12, 18, 19, 20 og 22. Nokkur athugasemd við það að við greiðum atkvæði öll þessi mál saman, vanhæfi. Og þeir sem að telja Önnu vera vanhæfa til þess að fjalla þessi mál vinsamlega skeiðu marki með því rétt upp hönd. Og það vanhæfi staðfest. Þannig Anna Bragadóttir víkur að fundi núna 13:57 og við höldum það áfram með þetta mál númer 12, það Vogar 1 ferðaþjónustuhús, breyting á skipulagi og á 34. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað: skipulagsnefnd staðfestir svör við athugasemdum til birtingar í skipulagsgátt og hér óskað eftir að sveitarstjórn staðfesti afgreiðsluna. Það mögulegt að annarkvort Jóna Björg eða Haraldur úr skipulagsnefnd kannski fari aðeins yfir ástæðu þess að sveitarstjórn, af því að þetta var búið að afgreiða, þetta skildist mér, þetta mál. Við fari yfir, af því að það kemur ekki fram hér hvert málið skiluru, aðeins bara svona lýsandi. Já. Takk. Já, takk Oddviti. Það var vist einhver tæknivilla sem varð á því að þessi svör þau fóru ekki inn. Þannig að við erum í rauninni bara staðfest að þessi svör fari inn í skipulagsgáttinu. Þetta var bara tæknimál. Já, takk fyrir það. Þetta sem sagt var afgreitt af sveitarstjórn áður en vegna tækniörðuleika þá sem sagt vistuðust ekki þessi svör við athugasemdum inn á skipulagsgátt. Þannig að við erum í rauninni að staðfesta áður gerða staðfestingu og þeir sem geta staðfesta áður gerða staðfestingu vinsamlega skeiðu merki og samþykkt samhljóða. Og þá kallum við Önnu Bragadóttur aftur inn á fundin klukkan 13:59. Og Anna mætt til fundar aftur og þá förum við í 13. dagskrálið, það Öxará, rekstrarfélag EHF, umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis gistingar. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra umsögn vegna umsóknar leyfi til reksturs gististaðar í flokki 2H, frístundahús. Umsækjandi Öxará rekstrarfélag EHF. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls og svo ekki og þá lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við umbeðið leyfi og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skeiðu merki og það samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá í dag varðar dreifingu svartvatns á Hólasandi. Á 24. fundi umhverfisnefndar kom Salbjörg Matthíasdóttir umsjónaraðili svartvatnsverkefnisins fyrir hönd Lands og skóga til fundar og fór yfir árangur á dreifingu á svartvatni á Hólasandi. Eftirfarandi var bókað undir lið 2, dreifing svartvatns á Hólasandi. Umhverfisnefnd þakkar Salbjörgu greinagóða kynningu og lýsir yfir ánægju með framgang verkefnisins og gott samstarf við Land og skó í verkefninu. Umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að verkefninu verði áframhaldið og leitað verði áframhaldandi samstarfs við Land og skó.
Orðið er laust. Árni Pétur. Já, oddviti og getufundarmenn. Þetta er einmitt dæmi mjög vel heppnað verkefni og það var gaman og gagnlegt að fá þessa kynningu frá Salbjörgu og það voru sem sagt gerðar mælingar á, út af því að þetta snýst þetta það að, sem sagt að, hvað maður segir, að nulla efni út úr þessu þannig að engin skaði getur hlotist af og það voru sem sagt gerðar mælingar á þessu og þetta er nánast drykkjarhæft ef maður vilja smaka. En það voru líka ekki búið að vinna efnafræði rannsóknir úr jarðveginum þar sem að þessu var dreift en hins vegar voru gerðar svona sjónrænar mælingar á því þar sem að annars vegar var notaði tilbúin áburður og hins vegar þetta svartvatn og það var ekki hægt að sjá mun á því að svartvatnið var að gera neitt minna heldur en áburðurinn. Þannig að þetta virðist virka bara gríðarlega vel. Nú aðeins vantar upp á búnað og þarf að skoða aðeins þarna, sem sagt að þarf að hræra aðeins betur upp í þessu, það var einhver vandræði með að ná upp vatninu. En þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við höldum þessu samstarfi áfram, vegna þess að það er kannski ekki á okkar færi eða sérfræði og kunnáttu sveitafélagsins að sjá þessa dreifingu, þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við endurnýjum samninginn við Land og Skóg og höldum þessu verkefni áfram. Takk fyrir. Árni Pétur er lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls hér? Svo er ekki. Hér eru drög að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að leita verði eftir áframhaldandi samstarfi við Land og Skóg. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að leita eftir áframhaldandi samstarfi við Land og Skóg og leggja fram drög að nýjum samningi fyrir sveitarstjórn. Og þeir sem að geta tekið undir og samþykkt þessa bókun, vissalegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. 15. liður á dagskrá í dag, það er erindisbréf umhverfisnefndar. Á 24. fundi umhverfisnefndar var tekið fyrir að beiðni sveitarstjórnar umsögn erindisbréf nefndarinnar. Eftirfarandi var bókað undir lið 3. Nefndin gerir ekki athugasemd við erindisbréfið og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti og getufundarmenn. Það er bara svona þannig að það sé kannski aðeins skýrt. Þessi breyting felur fyrst og fremst í sér að hlutverk náttúru verndarþingeyinga er að koma yfir til umhverfisnefndar og þetta náttúruverndarnefndar þingeyinga sem er orðin aflögð, þannig að þetta er alveg svolítið stórt hlutverk sem nefndin er að fá og það var nú ánægilegt við fengum nú Linda frá Náttúrufræðistofu Norðurlands til þess að koma hér til fundar við okkur áðan. Og þetta er gott fyrir okkur í nefndinni að vita það að við getum leitað á ýmsa staði eftir ráðgjöf. Þannig að þess að auðvitað eru þetta risavaxin verkefni og gott að geta kallað fram mörg sjónarmið þegar kemur að náttúruverndinni. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Það var lagt til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög við erindisbréfi umhverfisnefndar og feli sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að birta það á heimasíðu sveitarfélagsins og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 16. liður á dagskrá í dag, tímabundin afsláttur af gatnagerðargjöldum. Árið 2024 var veittur tímabundin afsláttur af gatnagerðargjöldum á íbúðarhúsalóðum í samræmi við 6. grein laga nr. 153/2006 og 8. grein samþykktar Þingeyjarsveitar gatnagerðargjöld nr. 47/2024. Afslátturinn gilti þá út árið 2024. Á 36. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað
Undir lið 3, tímabundin afsláttur af gatnagerðargjöldum. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að afslátturinn verði framlengdur út árið 2025 og orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þeir sem að geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs eða sem stað sveitarstjórn samþykki að framlengja tímabundin afslátt af gatnagerðargjöldum til 31. desember 2025 vinsalega skefið merki með því að rétta upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Dagskráliður númer 17. Það er almennar íbúðir, staðfesting á stofnframlagi sveitarfélagsins. Á 36. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað undir lið 4. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að staðfesta stofnframlag til einnar íbúðar sem Brák HCS hyggst byggja í Mývatnssveit. Stofnframlagið skiptist í framlög vegna opinberra gjalda og beins fjárframlags. Þetta er viðbót við áður samþykkt stofnframlag vegna byggingar 2 íbúða í Mývatnssveit. Ef stofnframlag fæst samþykkt má gera ráð fyrir að Brák HCS hefði byggingu 3 íbúða í Mývatnssveit nú á vordögum. Óskar eftir svari fyrir 18. mars og felur byggðarráð sveitarstjóra að svara erindinu með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Og orðið er laust. Jóna Björg. Já, oddviti, sveitarstjórnar fólk. Nú í þessu máli og þetta málinu líka undan þá eru bara þessi ánægilegu skref að við sveitarfélagi að taka skref til þess að reyna fjölga íbúðum í sveitarfélaginu, annars vegar með því að fella niður gatnagerðargjöld eða veita afslætti á gatnagerðargjöldum og svo jafnframt að vinna því að Brák HCS muni byggja í Mývatnssveit og ef að sveitarstjórn samþykki þetta sem að ég legg til að við gerum og þá gæti það farið svo að það yrði hafist handa við að byggja 3 nýjar íbúðir upp í Mývatnssveit á vordögum og þegar þessu skrefi er lokið þá náttúrulega bara höldum við áfram því að það eins og Jóna kom fram áðan kom fram í skýrslu sveitarstjóra þá var þarna fækkun 1 og þetta verður í síðasta skipti sem að slíkar tölur koma við viljum vera í plúsnum af því að þetta er bara okkur mikið hagsmunamál að búa hér svo í haginn að fólk geti búið hjá okkur. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem vilja taka til máls. Og svo eru ekki þeir sem geta samþykkt að staðfesta afgreiðslu byggðarráðs og fela sveitarstjóra að svara erindinu sem sagt með viðbótar stofnframlagi fyrir 3. íbúðina í Mývatnssveit, minnstalega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 18. dagskrárliður og þá víkur Anna Bragadóttir aftur að fundi. Þetta er einn af þeim dagskrárliðum sem að hún telst ekki hæf til þess að fjalla og þessi liður fjallar vinnsluholu K42 í Kröflu og umsókn framkvæmdaleyfi þar Á dagskrá 34. fundar skipulagsnefndar undir lið nr. 4 var umsókn frá Landsvirkjun framkvæmdaleyfi til að bora vinnsluholu K42 á teig KJ16 við suðurhlíðar við Kröflu. Áætlað er að borholan verði skáboruð og stefna hennar verði til norðurs eða norðausturs og að hún verði alltaf 2300 metra djúp. Eftir að holan verði tekin í vinnslu er áætlað að tengja hana innan borplansins við núverandi safnæðakerfi gufu fyrir virkjunina. Ekki er gert ráð fyrir vegagerð eða öðrum framkvæmdum á vettvangi vegna borunarinnar enda verði leitast við að nýta núverandi borplan. Fyrir liggur að árið 2001 var stækkun Kröfluvirkjunar 40 megavött í málsmeðferð mats á umhverfisáhrifum og gaf skipulagsstofnun út úrskurðum framkvæmdina og umhverfisáhrif hennar í desember sama ár. Ekki er þörf á frekari málsmeðferð á grundvelli laga umhverfismat framkvæmda og áætlana samkvæmt skipulagsstofnun. Og á 34. fundi skipulagsnefndar þar sem að
þetta mál var tekið fyrir var eftirfarandi bókað undir þessum lið nr. 4. Skipulagsnefnd samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis og felur skipulagsfulltrúa að gefa út leyfið í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. til 16. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og málinu vísað til sveitarstjórnar. Og orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu skipulagsnefndar vinsamlega skeiði merki. Og það samþykkt samhljóða. Og 19. dagskrárliður og Anna Bragadóttir, hún vék að fundi og verður út af fundinum undir þessum lið líka, þar sem þessi dagskrárliður kemur frá skipulagsnefnd og varðar Vogar, íbúðasvæði og aðkomu breytingu á deiliskipulagi. Á dagskrá 34. fundar skipulagsnefndar var deiliskipulagsbreyting Voga 1 frístundabyggð breytt í íbúðabyggð sem var auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 í Lögbreytingablaðinu skipulagsgátt mál nr. 830/2024 á heimasíðu sveitarfélagsins og í hlaupastelpunni frá 7. október með athugasemdafresti til 18. nóvember 2024. Skipulagsbreytingin var samþykkt í skipulagsnefnd þann 15. janúar og í sveitarstjórn þann 30. janúar 2025. Breytingin var send til skipulagsstofnunar til yfirferðar sem gerir athugasemdir við skipulagið snúa að breytingu á skipulagsmörkum og aðkomu að landsvæði Bjarkar. Skipulagsgögnum hefur verið breytt til samræmis við athugasemdir skipulagsstofnunar og þar lagðar fyrir skipulagsnefnd ásamt bréfi skipulagsstofnunar í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Á 34. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir þessum lið nr. 9, Vogar, íbúðasvæði og aðkoma, breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki breytta tillögu að deiliskipulagi Voga 1 samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og óski á ný eftir heimild skipulagsstofnunar til að auglýsa gildistöku deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust ef einhverju taka til máls undir þessum lið. Og svo ekki. Eftirfarandi, þeir sem að geta samþykkt eftirfarandi bókun við svolítið skefið merki það þegar að bókun hefur verið lesin upp. Sveitarstjórn samþykki breyttar tillögu að deiliskipulagi Voga 1 samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulags og til 40. að deiliskipulagi Voga 1 samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsráðgjafa að óska á ný eftir heimild skipulagsstofnunar til að auglýsa gildistöku deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild stjórnartíðinda. Samþykkir, það samþykkt samhljóða. Þá það 20. liður og Anna Bragadóttir enn út af fundi. Það deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar, toppþrýstingsvirkjun, breyting á skipulagi. Á 34. fundi skipulagsnefndar var tekið fyrir erindi frá Landsvirkjun breytingu á deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar vegna fyrirhugaðrar byggingar toppþrýstingsvirkjunar og á fjölnýtingarlóð fyrir starfsemi tengda svæðinu. Á 34. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir þessum lið nr. 11. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að tillaga að breytt deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs.
og tillaga að bókun eftirfarandi: Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breyttu deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar og felur skipulagsráðgjafa að auglýsa tillöguna samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Og þeir sem geta samþykkt þá bókun vissulega gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það 20. og 1. liður og við bjóðum Önnu aftur inn á fundin klukkan 14:17 og Anna mætt til fundar. 21. liður á dagskrá í dag, það rammarhluti aðalskipulags Svalbarðsstrandarhrepps og Eyjafjarðarsveitar, beiðni umsögn. Á 34. fundi skipulagsnefndar var tekin fyrir beiðni frá Eyjafjarðarsveit og Svalbarðsstrandarhreppi umsögn vegna rammarhluta aðalskipulags, þróun byggðar í Valaheiði sem rammaskipulag sem næra hluta til bæði Eyjafjarðarsveitar og Svalbarðsstrandarhrepps. Tilgangur skipulagsverkefnisins að móta heildstæða stefnu þróun byggðar í Valaheiði til framtíðar. Á 34. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir lið númer 13. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við vinnslutillögu rammarhluta aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar og Svalbarðsstrandarhrepps og erindinu vísað til sveitarstjórnar. Og þeir sem að geta tekið undir eða samþykkt staðfestu afgreiðslu skipulagsnefndar ásamt því að fela skipulagsráðgjafa að svara erindinu vissulega gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Næsti liður, var það ekki liðurinn sem var felldur? Já. Liður númer 22, hann var felldur niður, enda var hann tekinn fyrir hér undir dagskrálið 11 eða 12 ef ég man rétt. Er það ekki rétt hjá mér? Þannig að við förum það beint í dagskrálið númer 23. Það er umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis til umsagnar 158. mál borgarstefna. Fyrir sveitarstjórn liggur 158. mál umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis borgarstefna til kynningar. Frestur til að senda inn umsókn til og með 1. apríl næstkomandi. Og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Með leyfi sveitarstjórnar að þá leggja til að sveitarstjóra verði falið að senda inn umsögn vegna málsins og með það í huga að svona hnykkja á málefnum Reykjavíkurflugvallar meðal annars. Það er kannski það sem að skiptir okkur mestu máli og þeir sem geta samþykkt það vissulega gefið merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum komin í fundargerðir nefnda og það umhverfisnefnd. Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 24. fundar umhverfisnefndar sem fór 13. mars. Fundargerðin í 4 liðum. Árni Pétur, viltu renna yfir fundargerðina fyrir okkur? Og við þið geta setjast þetta fólk, það þetta búið að taka þá liði fyrir sem að þörfnuðust staðfestingar sveitarstjórnar. Skulum sjá hvað ég finn ekki fundargerðina þess þar, þannig ég fari nú ekki með fleipur fyrir ykkur. Nú fyrsta dagskrá að það var hellir við Jarbauðin, friðlýsing. Það var nú talið að þetta hefði nú bæði komið fyrir sveitarstjórn og fyrir skipulagsnefnd, þannig að þetta væri nú vel í lagt að vera að taka þetta enn einu sinni fyrir, en svona bara til þess að gera amen á eftir efninu að þá gerðum við það nú enga síður og þannig að nefndin fagnaði bara friðlýsingunni og gerir ekki athugasemd. Nú næsta mál á dagskrá að það var dreifing Svartvatns á Hólasandi og þar kom Salbjörg til fundar við okkur og hún fór yfir verkefnið fyrir hönd Land og skóga
og eins og ég lýsti áðan að þá þetta bara hið ánægjulegasta verkefni og gengur vel og við komum til með að halda því áfram samkvæmt samþykkt hér áðan. Og þannig það erindisbréf umhverfisnefndar sem var líka fjallað hérna áðan og þetta snýst fyrst og fremst að því að út af niðurlagningu náttúruverndarnefndarinnar að það að bætast á umhverfisnefnd og var samþykkt einnig áðan og það vel. Nú síðan það loftslagsstefna Þingeyjarsveitar og við erum það heppin þar að hafa hana Arnheiði Rán í vinnu fyrir okkur hjá nefndinni við það að búa til stefnuna og aðstoða okkur við það. Þetta í raun og veru það umfangsmikið verk að við þyrftum eitthvað að minnka við okkur starfshlutfall ef að nefndarmenn ættu að sjá þetta. Þannig að þetta bara vel og við ætlum að halda vinnufund núna í næsta mánuði til þess að fara yfir þetta með Arnheiði bara svona til þess að varða aðeins vinnuna fyrir hana sem að þetta kemur vinnan fyrst og fremst til með að liggja á henni en eitthvað input fær hún nú frá nefndinni enga síður. Þannig að þetta auðvitað bara eitt af þessum tækjum sem að verður gott fyrir sveitarfélagið að hafa og okkur náttúrulega skylt að gera okkur loftslagsstefnu þannig að þessi vinna bara í gangi og gengur bara vel. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Árna Pétri fyrir þessa yfirferð yfir fundargerð umhverfisnefndar og orðið laust ef einhverju taka til máls undir hvaða lið sem í fundargerðinni. Og það enginn sem kveður sér ljós og þeir sem að geta þá staðfest fundargerðina vinsamlegast gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Og 25. liður á dagskrá í dag, það fræðslu- og velferðarnefnd. Fundargerð fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 24. fundar fræðslu- og velferðarnefndar sem fór fram þann 13. mars síðastliðinn. Fundargerðin í 5 liðum og Ragnhildur Hólm, formaður nefndarinnar, ætlar að gera hér grein fyrir dagskrárliðum fundarins. Jú, takk fyrir. Eins og Gerður nefndi þá var fundurinn í 5 liðum. Liður nummer 1 og 2 var sama erindi, eða sem sagt sambærileg erindi, það var merking skólabíls umsögn við undanþábeiðni. Ég ætla að fá að taka bara þau 2 erindi saman hér en þar semst verið að nefndinni bárust 2 umsagnarbeiðnir frá skólabílstjórum varðandi undanþágu til lögregluembættis samkvæmt reglugerð nr. 279/1989 þess efnis að þurfi ekki að merkja skólabíla. Við sem sagt það kom inn beiðni til okkar umsögn varðandi þetta. Nefndin telur mikilvægt að skólabílar séu auðkenndir enda varðar að öryggi nemenda og við gátum því ekki veitt jákvæða umsögn við þessum erindum eins og þau lágu fyrir. Þriðliður dagskrá, það var leikskólastarf og skipulag. Það var sem sagt áframhaldandi vinna við undirbúning leikskólastarfs að ræða og málin voru áframrædd ítarlega og umræðum svo frestað til næsta fundar. Mál nummer 4 og 5, það voru 2 mál til kynningar. Mál nummer 4 var gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, frumkvæðisathugun á stoð- og stuðningsreglum sveitarfélaga. Það sem sagt, já, og nummer 5 var gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, frumkvæðisathugun á akstursþjónustu sveitarfélaga. Þessi 2 mál voru lögð fram til kynningar. Og í lok þessa fundar þá gekk Lilja skólastjóri með okkur húsnæði skólans og sagði frá skólastarfi það sem af vetri og var það bæði upplýsandi, fræðandi og skemmtilegt. Takk fyrir. Við þökkum Ragnhildi fyrir þessa yfirferð á fundi fræðslu- og velferðarnefndar og orðið laust ef einhver vil taka til máls undir þessum lið, fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar og það enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem geta staðfest fundargerðina vinsamlegast gefið merki og hún samhljóða samþykkt.
Þá er það 27. dagskráliður og það byggðaráð fyrir sveitarstjórn líku fundargerð 37. fundar byggðaráðs sem fór fram 13. mars síðastliðinn. Fundargerðin í 7 liðum og Jóna Björg ætlar að fara yfir fundin fyrir okkur. Gjör svo vel, Jóna. Já, takk Oddviti. Eins og kom fram hjá Oddvita þá voru 7 mál á dagskrá. Þar var fyrst fjallað aðalfundarboð á Lánasjóðs íslenskra sveitarfélaga og það ég reyni að rifja upp, mér finnst þess að við höfum staðfest þetta sveitarstjórn. Síðast þá. Okkur hefur þá fjallað með þann sveitargerð núna. Já, ég fór bara í nýfundagáttina okkar. Þetta vandaralega stund hérna, tæknin aðeins að stríða okkur. Já, þetta var allavega afgreitt og við tilnefndum að vissulega gerði í stjórn það var enda rétt við að það var óskað eftir tilnefningum í stjórn og þá hann lagði sveitarstjórn til að tilnefna gerði og svo var lagt þarna fram á fundi byggðaráðs að Jóna færi og kynnt þetta aðalfundarboð. Svo fóru þær á fund og Gerður hlaut því miður ekki kjör í stjórn sem að ég bara lýsa vonbrigðum mínum yfir með þessum langa inngangi. Nú þá var jafnframt á dagskrá byggðaráðs fyrirspurn frá samtökunum Landsbyggðir lifi þar sem var leitað eftir samstarfi við sveitarfélagið við dreifbýli vegna þátttöku samtakana í samstarfsverkefninu Coming, Staying, Living, Ruralizing Europe. Það er kannski verið gott að þýða þetta á íslensku samkvæmt málstefnu sveitarfélagsins en byggðaráð fór formanni að funda með forsvarsmönnum verkefnisins til þess að afla frekari upplýsinga. Nú, mál númer 3 og 4 hefur nú þegar verið fjallað í á vettvangi sveitarstjórnar og við munum ekki taka það hér fyrir en á 5. mál á dagskrá þá barst erindi frá umsóknarbeiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd og það sem var lögð fram tillaga til breytinga áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, svokallaðri rammaáætlun og það var frestuð til að senda umsókn til og með 20. mars síðastliðnum en byggðaráð taldi ekki ástæðu til þess að senda inn umsókn á þessu stigi málsins. Nú þá voru lagð fram 2 mál til kynningar, annars vegar fréttatilkynningar frá stjórn samtaka sveitarfélagi á köldum svæðum, SSKS og samtaka orku sveitarfélaga varða breytingar á raforkulögum og lögum stjórn vatnamála og þá var einnig lagt fram boð á ársþing SSNE sem að verður haldið í næstu viku í Svalbarðsstrandarhreppi. Takk fyrir. Já, við þakkum Jónu fyrir þessa yfirferð á fundi byggðaráðs og eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þeir sem geta staðfest fundagerðina vinsalegast gefið merki og hún staðfest samhljóða og þá það 27. liður og það fundagerð skipulagsnefndar 34. fundar fyrir sveitarstjórn líku fundagerð 34. fundar skipulagsnefndar sem fram fór 19. mars síðastliðinn. Fundagerðin í 15 liðum og ég ætla að biðja hann Harald að fara yfir fundagerðina með okkur. Já, og þetta ágætu sveitstjórnarmenn, við erum búin að taka fullt af liðum úr þessari fundagerð fyrir en ég ætla að fara yfir þau mál sem við tókum ekki fyrir áðan. Fyrsti liður á dagskráni var fyrirspurn sem barst frá Þórhalli Geir Arngrímssyni hvort leyfi fengist fyrir að stofna lóð undir frístundahús eða íbúðarhús á bæjartorfunni í Álftagerði og skipulagsnefnd tók jákvætt erindi varðandi stofnun íbúðarhúsalóðar en benti líka á að sækja þarf leyfi til náttúruverndarstofnunar þar sem framkvæmdir verða innan verndarsvæðis Mývatns og Laxárs. Númer 2 var þinghúsið Maríugerði, umsókn að breyta skráningu úr sumarhúsi í íbúð.
og skipulagsnefnd tók jákvætt í erindi en óskaði eftir að gerð yrði grein fyrir heimreið og aðkomu þjónustu aðila sem send verður til vegagerðarinnar til umsagnar og málinu var frestað þangað til þetta væri komið. Þriðji liður var dæluhús í Helgavogi, breyting í íbúðarhúsnæði. Það var sótt að fá að breyta skráningu dæluhúsins í Helgavogi úr aðstöðuhúsi í íbúðarhús. Skipulagsnefnd tók jákvætt í erindi en með tilliti til viðkvæmra staðsetningar þá verði gerð nánari skilyrði við breyttri skráningu húsins, þar á meðal varðandi fráveitu, vegtengingu og lóðafrágang. Með vísan í 17. lið í reglugerðum verndun Mývatns og Laxár gera skal grein fyrir áðurnefndum atriðum í aðaluppdráttum. Frekari uppbygging á lóðinni verði óheimil og leita skal leyfis Náttúruverndarstofnunar með vísan í 17. grein áðurnefndar reglugerðar. Máli verður tekið fyrir aftur þegar viðeigandi gögn hafa borist. Var bókað en þetta var ekki afgreitt. Fjórði liður var afgreittur áðan, það var vinnsluhóluna í Kröflu en fimmti liður það Þeistareykir niðurrennslishóla og lagnaskurður og umsókn framkvæmdaleyfi. Það var lögveð fyrir fyrirspurn afstöðu þingasveitar málsmeðferð fyrir gerð niðurrennslishólu og gerð lagnaskurðar á Þeistareykjum. Og afgreiðslan var þannig að skipulagsnefnd telur fyrirhugaðar framkvæmdir samræmast gildandi deiliskipulagi og innan svigrúms borun holna í umhverfismati og mun taka fyrir umsókn framkvæmdaleyfi fyrir gerð niðurrennslis-holunar, lagnaskurðsins og efnistöku þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Sjötti liður var búvellir, umsókn byggingarleyfi fyrir viðbyggingu á fjósi. Það var sótt byggingarleyfi fyrir nýju fjósi á búvöllum en tengt við núverandi útihús. Erindi var grenndarkynnt með athugasemdafresti frá 28. janúar til 28. febrúar. Það bárust athugasemdir vegna nálægðar við íbúðarhús á aðalbóli og lagðar voru fram tillögur að mótvægisaðgerðum sem nágranni og framkvæmda aðili hafa samþykkt. Og afgreiðsla nefndarinnar var þannig: skipulagsnefnd samþykkir útgáfu byggingarleyfis að teknu tilliti til mótvægisaðgerða í formi jarðvegsmanar til að draga úr ásýnd og hljóði. Og skipulagsnefnd felur byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Sjöunda mál var Hægi 1, það var umsókn stöðu fyrir stöðuleyfi fyrir stöðuhýsi. Nefndin frestaði málinu og ætlaði að fá meiri upplýsingar. Áttundi liði var Aldeyjarfoss deiliskipulag. Það var tekið fyrir nýju skipulag og matslýsing fyrir deiliskipulagsgerð ferðamannasvæðisins við Aldeyjarfoss, Ingvarafoss og Hrafnabjargafoss í Skjálfandafljóti. Erindi var síðast tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 15. janúar þar sem skipulagsfulltrúa var farið að auglýsa skipulags- og matslýsingu fyrir svæðið. Og lýsingi var auglýst frá 11. febrúar til 11. mars og 10 umsagnir og athugasemdir bárust. En skipulagsnefnd þakkar bara fyrir innkomna athugasemdir og vísar umsögnunum og athugasemdum í vinnslu deiliskipulagsins. Lið númer 9 erum við búin að fjalla Vogar, íbúðasvæði og aðkoma. Lið 10 erum við líka búin að fjalla Vogar 1, ferðaþjónustuhús, breyting og skipulagi. Og númer 11 erum við líka búin með, það var deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar. Númer 12 Reykjahlíðarþorp, breyting á skipulagi. Klapparhraun 6, raðhús. Lóðin Klapparhraun 6 í Reykjahlíð var breytt úr parhúsalóð í einbýlishúsalóð með deiliskipulagsbreytingu sem tók gildi 25. janúar 2024. Fyrirhuguð áform uppbyggingu einbýlishússins ekki lengur til staðar og hefur lóðinni verið skilað til sveitarfélagsins.
Sveitarfélagið leggur til að lóðinni verði breytt í raðhúsalóð fyrir 3 íbúðir þar sem eftirspurn er eftir slíkum lóðum. Og afgreiðslan var þannig að skipulagsnefnd felur byggingafulltrúa að Grenda kynna áformin breytingu á deiliskipulagi Reykjahlíðar vegna lóðar 6 í Klapparhrauni, samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga. 13. liður var rammahluti aðalskipulags Svalbarðsnefndarhrepps og við erum búin að fjalla það. 14. var fyrirspurn afgreiðslu skipulagsnefnda, rannsóknarskylda gagnvart eignarhaldi jarða. Þetta var lagt fram til kynningar. Og síðasti liður var erindisbréf skipulagsnefndar. Þar lá fyrir kynning á breyttu erindisbréfi skipulagsnefndar en sveitarstjórn samþykkti breytingarnar á því 57. fundi sínum. Þá ég held ég komin í gegnum þessa fundagerð. Já, við þökkum Haraldi fyrir yfirferðina á fundagerð skipulagsnefndar og orðið laust ef að einhver vill taka til máls þessa fundagerð í heild sinni eða einstaka dagskrárliði. Og það enginn sem kveður sér ljós og þau sem geta staðfest þessa fundagerð vinsamlega skefið merki með því rétt upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Og þá höldum við áfram í fundagerðum. Dagskrárliði nr. 28, það sundlaug í Mývatnssveit, sundlaugarnefnd 2024. Fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir sundlaugarnefndar ásamt niðurstöðum nefndarinnar og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Haraldur, gjör svo vel. Já, oddvitu ágætu sveitarstjórnarmenn. Aðeins til upprifjunar þá var sundlaugarnefnd skipuð í maí fyrra, þannig að það verið ár síðan, og í henni voru skipaðir sá sem hér stendur, Haraldur Bóasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson og Ólafur Ragnarsson. Samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar átti hún meðal annars að láta endurreikna byggingakostnað og rekstrakostnað við sundlaug í Reykjahlíð. Nefndin búin að halda 4 fundi eins og sett var upp í erindisbréfinu og hefur þar af leiðandi skilað í rauninni af sér. Við óskuðum eftir aðsóknartölum frá nokkur sundlaugum víða land en það bárust reyndar ekkert mjög mikið af svörum, allavega ekki eins og við óskuðum eftir. Stærstu málum var kannski þau að við fengum KPMG til að endurreikna rekstrakostnað við sundlaug og miða þá við að gestir á ári yrðu 15.000 og svo 30.000 og 40.000 og sjá hvernig það kæmi út með reksturinn. En gamla skýrslan sem var gerð 2020, hún gerði ráð fyrir að gestir yrðu 5.000 í upphafi og myndu enda í 15.000 eftir 10 ár. Samkvæmt skýrslu KPMG kostnaður umfram tekjur 32 milljónir á ári ef gestir verða 15.000, en 12 milljónir ef þeir verða 30.000 og nálægt nulli ef þeir verða 40.000. Við Halldór teljum að rekna með 30.000 gestum ári, en það auðvitað bara okkar mat, en það komu hér áður fyrir mörgum ára síðan, þá komu nærri 1000 gestir á dag í sundlaugina og ferðamönnum hefur fjölgað margfalt síðan þá. Ólafur taldi eins og gestirni verði kannski milli 10 og 15.000. En þess má geta að í laugina hérna á laugum hafa verið að koma milli 15 og 20.000 gestir síðustu ár. Þá fengum við formráðgjöf og Efla og Raftákn tóku þátt í því að gera frumkostnaðaráætlun
byggingakostnaðar sundlaugar og 2 heitra potta, barnalaugar og rennibrautar, gufubaðs, útiklefa, frágangs á útisvæði og vaktklefa sem tengdur yrði við núverandi hús samkvæmt tillögu 3 sem var valin besta tillagan í fyrri skýrslunni sem var 2020. Heildarkostnaður við allt þetta er áætlaður tæpar 500 milljónir með hönnun og ófyrirséðum kostnaði. En meirihluti nefndarinnar, þar segir við Halldór, við teljum að hægt sé að áfangaskipta verkinu og þá myndi fyrsti áfangi kosta í kringum 325 milljónir. Og það er niðurstaða okkar Halldórs að hefja undirbúning fyrsta áfanga af endurbyggingu sundlaugar á þessu ári og að verki verði boðið út í byrjun næsta árs, 2026, svo verklega framkvæmdi geti hafist sumarið 26. Mörg rök eru fyrir því að sundlaug verði í Mývatnssveit eins og áður var. Lýðheilsa íbúanna og lífsgæði sem skipta miklu máli þegar fólk vill flytja í sveitina og fyrir þá sem þar búa. Aksturskostnaður grunnskólabarna í sundi Laugar mun sparast og síðan var heita vatni gefið af landeigendum Reykjahlíðar 1982 til 50 ára, svo enn eru eftir 7 ára af þeim. Við höfum líka spáðið það hvar ef að fá peningi í þetta. Hugmyndir okkar er þær að Sveitarfélagið hefur greitt 30% af gerð göngustígs sem ætti í sumar að verða komin frá Reykjahlíð suður í Álftagerði og við teljum að meirihluti nefndarinnar við teljum að skynsamlegt sé að gera þá hlé á stígagerðinni og sá peningur sem farið hefur í göngustígum yrði settur í endurbyggingu sundlaugar í Reykjahlíð. Síðan er ég hérna með smá bókun sem ég langar að fylgja þessum lið. Hún er svona: við leggjum til að hafi verið undirbúningur að endurbyggingu sundlaugar, potta og barnalaugar í Reykjahlíð á þessu ári og gert verið ráð fyrir fjármagni í næstu fjárhagsáætlun til að hefja framkvæmdir á árinu 2026. Og undir þetta skrifa við Halldór Þorlákur og Eyþór Kári Ingólfsson. Já, Haraldur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka því mál sér? Árni Pétur, gjör svo vel. Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég þakka nefndinni fyrir greinagóða skýrslu. Það er auðvitað bara gott að vita nákvæmlega hvernig þessi mál standa og hver kostnaður sveitarfélagsins er ef það yrði farið í þessar framkvæmdir. Nú eins og ég lít á þetta eftir fundarboði að þá er þetta mál til kynningar hér, ekki til ákvörðunartöku, og ég tel að meirihluti nefndarinnar eða minnihlutinn þurfi þá að leggja fram mótaða tillögu fyrir fund ef það á að taka einhverja formlega ákvörðun um þetta. Við erum ekki að fara að gera það hér í dag, ekki að mínu mati allavega. Og þetta er auðvitað mála þeirri stærðagráða. Ég held að þetta verður ár eftir að kjörtímabili, þá held ég að þetta hljóti bara að vera spennandi kosningamál næst. Takk fyrir mig. Já, Árni Pétur hefur lokið sínu máli. Jóna Björg. Já, takk Oddviti. Það var ágætis yfirferð hjá Halla. Hins vegar velti ég aðeins fyrir mér til þess með aðsóknartölur í Lauga. Það var kannski betra að skýra það aðeins hvort þetta hafi verið 1000 manns á dag. Nei, ári. Á ári? Já. Sem að koma í sundlaugina Laugum? Já. Sem telja þá 1000 manns á ári? Nei, 15-20.000. Á ári? Já. Ok. Já, allavega, já. Gott og vel. Ég hefði lagt til við afgreiðslu svona máls að sveitarstjórn myndi kalla nefndina til fundar við sig. Það sem að
Nefndabönn geta bara, af því að það er ljóst að gögnum málsins að það eru fleiri en eitt sjónarmið. Það er meirihluta álit og minnihluta álit. Og ég hef því lagt til að í tengslu við næsta skipulagða fund sveitarstjórnar yrði nefndamönnum boðið að koma til fundar við sveitarstjórn og þeim sem sagt bara á lokuðum fundi og þeim boðið að gera grein fyrir niðurstöðum sínum og eftir atvikum getur þó komið málin á borð sveitarstjórnar. Það er allan tillaga mín. Jóna Björg hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem að vilja taka til máls. Haraldur? Já, ágæti fundarmenn, það var nú ekki hugmynd okkar að við myndum taka ákvörðun hér í dag, heldur bara að við vildum að þessi bókun lægi inni þannig að menn vissu svona hug okkar í þessu, en ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt að leggjast vel yfir þessi mál og diskutera ýmislegt. Það eru eitt eru skýrslur og svo er annað hvað menn halda verði svona staðreyndir. Þannig að ég held að það væri mjög skynsamlegt að, eins og Jóna leggur til, að yrði haldinn bara vinnufundur með nefnd og sveitarstjórn. Takk. Já, Haraldur hefur lokið máli sínu og eins og fram kom þá með leyfi fundarins að þá var þetta mál lagt fram til kynningar í dag. Það hafa í rauninni samt borist 2 tillögur. Ég vil gera það svona sem samantekt úr máli þeirra sem að hafa komið hér upp, leggja til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að boða til vinnufundar sveitarstjórnar þar sem að nefndinni verður boðið að koma og standa fyrir sínu máli og leggja fram ef það er einhver önnur gögn heldur en hafa nú þegar verið lagð fram og þar sem að þetta mál verður það bara rætt í þaula og þeir sem að geta samþykkt það bara vinsamlega gefið merki og það er samþykkt. Þá er 29. dagskráliður og það er fundargerðir Norðurorku, það liggja fyrir sveitarstjórn fundargerð Norðurorku, stjórnar Norðurorku, það er fundargerð nr. 307 til kynningar. Einhvers vil taka til máls, svo er ekki. 30. dagskráliður Samband íslenskra sveitarfélaga, fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð nr. 971 og 964 til kynningar. Einhver sem að vil taka til máls, svo er ekki. Samband íslenskra sveitarfélaga fundargerðir, fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð nr. 972 til kynningar. Einhver sem að vil taka til máls, svo er ekki. 30. og annar liður fundir stjórnar SSNE 2022-26, fyrir sveitarstjórn liggur 71. fundargerð stjórnar SSNE til kynningar. Einhver sem vil kveða sér ljós, svo er ekki. 33. liður fundargerð stjórnar menningarmiðstöðvar Þingeyinga, fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð stjórnar menningarmiðstöðvar Þingeyinga frá 21. mars til kynningar. Einhver sem að vil taka til máls, svo er ekki. Og þá er það 34. og síðasti dagskrárliður. Það er umsagnarbeiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Fyrir sveitarstjórn liggur 147. mál umhverfis- og samgöngunefndar skipulag haf- og strandsvæða og skipulagslög til kynningar. Óskað er eftir umsögnum og fresturinn er til 27. mars og þetta er lagt hér fram til kynningar. Já. Afsakið, vill einhver taka til máls og Jóna Björg hefur kveðið sér ljós. Gjör svo vel. Já, takk Ódviti.
gott að vera svona fundið sem að Knútur ekki viðstættur, þá stendur hann ekki lengst í púlti. Hæ Knútur, þarna einhvers staðar. Þarna mál sem að ég hefði viljað geta kynnt mér aðeins betur, en þarna verið að fjalla haf- og strandsvæðaskipulag sem mjög athyglisvert að sjá lagt fram af félagsmálaráðherra, en það þannig að skipulagsmálin eru núna komin undir félagsmálaráðherra og húsnæðismálaráðherra. En þetta var samið í innviðaráðuneytinu sáluga. Þetta frumvarp það með sér að vera svona samið til þess að vinna áfram að einhverju málum til þess að hreinsa upp og geta skipa svæðisráð til gerð strandsvæðaskipulaga og hver eigi að borga fyrir þau og allt svoleiðis. En það vekur aðeins áhyggjur mínar það að það að skipa svæðisráð í þessum vinnu og þau eiga að starfa fram með gildistöku strandsvæðaskipulagana. Og þar eiga á ríkið fulltrúa og sveitarfélögin geta svo tilnefnd líka fulltrúa. En það vakti aðeins athygli mína og mér finnst það svona pínu ógnvekjandi eða svona vekur pínu að ríkið á alltaf meirihluta, ekki sveitarfélögin. En hverjir hafa mestan hag af haf- og strandsvæðaskipulagi sem að bara snýr beint að okkur sveitarfélögunum heldur en akkurat sveitarfélög. Þannig ég hefði svona alveg velt því upp að kannski bara kanna þetta aðeins betur, hvort þetta sé virkilega réttu skilningu hjá mér, ég alveg tilbúin að sæta því, en ég skildi þetta greinargerð sem svo að ríkið ætti alltaf meirihluta fulltrúa. Og ég veit að það á að skilja sinni í dag, þannig að en bara hyggjum aðeins eftir þessu, það ekki komna margar umsagnir, þetta er flókið svolítið undir radarinn, en skulum þá bara fylgjast með þessu. Já, við þökkum Jónu fyrir þessa brýningu og þá dagskránni, afsakið, ég biðst enn og aftur afsökunar. Árni Pétur hefur óskað eftir að fá takk til máls, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk, það setur alltaf aðeins uggamanni þegar verið að ræða strandskipulagsmál og þetta það svolítið pínlegt hvað sveitafélög eiga í raun og veru litla aðkomu að þessum málum og þetta skiptir okkur öll talsvert miklu máli og nýtækustu dæmin eru það sem að gerast á Seyðisfirði, þar sem að fólk hefur ákaflega lítið að segja hvað að gerast í sjónum í kastfæri fyrir utan heimilegra í raun og veru. Og fyrir stendur, og það náttúrulega sérstaklega tiltekið í þessu frumvarpi að það stendur til að gera núna strandsvæðaskipulag fyrir Eyjafjörð og Skjálfandaflóa og þetta skiptir okkur auðvitað heilmiklu máli. Hér eru náttúrulega, og auðvitað tek það fram að ég á hagsmuna að gæta, þarna eru náttúrulega skiptir mjög miklu máli að komi ekki sjókvíaeldi til dæmis. Það eru margar mjög verðmætar veiðiár, bæði inn í Eyjafirði og þetta hér í Þingeyjarsveit hjá okkur sem að skapa heilmikla tekjur og störf og mér finnst að sveitafélögin ættu að hafa meira þetta að segja en það hlaupa í gegnum þetta ágæta frumvarp að þá nú svo mikið alveg ljóst hvernig það má verða og þetta tíminn svolítið hlaupin frá okkur til þess að gera athugasemd við þetta en ég vildi bara aðeins vekja athygli á þessu og þetta stendur til núna líka í Skjálfanda heilmikil þaravinnsla og á að starta upp iðnaðar á Húsavík við skurð þara í Skjálfanda og nú bara skortir við þekkingu hvað það þýðir fyrir lífreikið og við náttúrulega erum svolítið upptekina í þessu dagana að ræða líffræðilegan fjölbreytileika og svo líður manni stundum eins og ríkið sé að vinna beinlínis gegn honum og meðal annars megna haf- og strandveiðiskipulag sem gildir á Íslandi. Takk fyrir. Já, önnur brýning frá Árna Pétri, takk fyrir það. Eru fleiri sem að Arnór gjörðu svo vel? Hvað sér? Það bara stíflan. Já. Já, oddviti,
Ég ætlaði nú að sitja hjá mér en gæti ekki alveg, af því að þetta eru svona dálítið stór mál sem að tengjast þessu öllu saman. Þetta snýst í grunninum skipulagsvald sveitarfélaga og ég hef ákveðnar áhyggjur af því að ríkisvaldi sé sífellt að seilast lengra og lengra í þá áttina að draga úr skipulagsvaldi sveitarfélaga. Ég býð til dæmis spenntur eftir í núna hvernig á að strömlínulaga og auðvelda leyfa umsóknir í sambandi við virkjanir. Þetta er allt saman stór mál og ég sé og ég finn að ríkisvaldið vill í raun draga úr skipulagssvæðum sveitarfélaga og skipulagsvaldi sveitarfélaga og þetta er bara gömul deila og þetta er partur af því og ég tek undir með Árna Pétri. Þetta er dálítið mikilvægt fyrir okkur í þessu sveitarfélagi að við höfum einhver áhrif á þessa lagasetningu og ég eiginlega vil að við beinum því til nýrra ríkisstjórnar að hægja þess á sér og setja þetta mál aftur í umsagnarferli vegna þess að þetta er mál sem er unnið af fyrrverandi ríkisstjórn og að keyra okkur aftur og aftur í gegnum umsagnarferli sem eru svona stuttir, það er ekki boðlegt. Þannig að ef við höfum að vinna þessi mál vel þá þurfum við aðeins meiri tíma og þetta er stórt mál. Þannig að ég gat ekki alveg setja það, men við þurfum að hafa þetta í huga. Reynum að hægja aðeins á nýrri ríkisstjórn. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu. Umsagnarfrestur er að renna út í dag. Það er spurning hvort að það sé hægt að óska eftir lengri umsagnarfresti og að sveitarstjórn feli það sveitarstjóra og oddvita að skila inn umsagn. Er það samþykkt? Það er samþykkt. Þá, ef það er ekki fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið, þá ætla ég að segja fundi slitið og þakka fyrir góðan fund.